Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Líkt og ég talaði áðan, þá ætlum við að taka þess meistardeildina fyrir og hestamennskuna. Og nú ég komið á línuna Berg Jónsson sem að náði góðum árangri í meistaradeildinni núna í fjórgangi, lenti í öðru sæti og var efstur í forkeppni. Heill og sæll félagi. Hvernig hefur það? Ég hefur það bara gott. Það ekki? Herðu, svona áður en ég fari í málmálun að kannski byrja að spyrja þig út í, já svona, hvenær þú byrjar í hestamennsku? Ég vil bara mann og ekki svo langt aftur. Nei. Já, það er mjög aftur í tíma þá. Já, það er bara, ég held ég hafi bara sýnt mikið áhuga á þessu strax í bara, það blöyti bara spenni. Já, þannig að það hefur bara alltaf fyllt þér. Alla tíð. Já, nákvæmlega. En nú er, já, meistaradeildin hafin og í fjórgangi, þar lenti þú í öðru sæti á Katlu frá Kettinum. Rosalega falli meiri sem þú varst á. Katla er ágætt, já. Já. Hvaða meiri er þetta? Þetta er bara hætt og upp aðeins á tveimstöðum eða í okkar ræktun. Já. Og hérna, já, og bara sýndi það strax þegar hún var tamin og það var öllur, þannig að væri mikið hestarni á hörðinni og það er svo sem búið að fara bara varlega og byggja hann upp og já. En hún verðist henni að bæta sig. Já. En mitt talandi það að mitt að fara varlega að byggja upp og fleira, það er, já, í hestamennskunni í sportinu sjálfu, þá, já, öll lítil mistök geta haft mikil áhrif eða ekki jafnvel á, já, afrekshestinn, svona þegar verið að byggja upp svona afrekshest. Jú, já, sérstaklega náttúrulega mistök í keppninni er náttúrulega dýr, sko. Já. En málið er að vinna heimavinnunni þannig að mistökin verði ekki þegar út komin í kjálfsbrautina. Og já, það má segja svona, með hvernig, já, tímabilið fer af stað, það eru, já, lítur út fyrir að það er eftir að hafa hörð keppni núna í vetur í meistaradeildinni. Það verður mjög vel keppni, þarna eru samankomnir svona margir úr af bestu knöppum með þessu Suðurlands og menn tjálta öllu sem til gera sitt besta. Já, og já, þú keppir í liði gangmiðlunar og það er nú ekki hópur að vera endanum sem er þar saman komin. Nei, það eru fínir, við erum alltaf þrjú hérna bara úr okkar fyrirtæki og svo eru hörku strákar með okkur. Ævar Örn Guðjónsson og Daniel Jónsson. Og kannski fyrir hlustandan ef þú getur sagt okkur aðeins bara, já, eins og með Daniel Jónsson, hver er það? Daniel Jónsson er náttúrulega bara, já, eins og einhvers staðar var sagt í haust, svona ókrýndur konungur kjömbunarhýningana. Já. Starfar í Hafnarfirði og já, er búinn að vera, var hann ekki 3 síðustliðin ár, valinn kynbótaknandi ársins. Ég þekki nú bríðilega til hans, hann vann nú hjá mér í 3 ár fyrir, já, sjálfsagt nær 20 árum. En hún Elín Hols sem að sigraði mitt núna í fjórganginum. Hún er norsk en hún er búin að vinna hérna hjá okkur í, já, 7 ár með það götti. Og já, svo eru, já, tveir nú þetta út hjá mér, það eru, já, Freyja, eða ekki Ambli? Freyja, jú. Já, og já, hún er náttúrulega, já, þú þekkir vel til hennar náttúrulega? Ég þekki príðilega til hennar, já. Já. Og hún hefur verið lengi, eða ekki, í svona hestamennskunni? Það er mitt bara kannski sem við þið bara alltaf í hestamennsku? Hún er búin að vera mjög lengi og á náttúrulega mjög farsælan feril sem barn og unglingur og ungmenni. Fljótlega upp úr því þá flutti hún til Noregs og var búin að vera þar í einhver 8 ára eitthvað hlutis.
Og Ævar Örn Guðjónsson, það svona síðasti knappinn sem við höfum eftir að kynna til leiks. Ævar Örn Guðjónsson frá Hvolsvelli. Já. Búinn að standa sig undanfarin ár mjög vel, búinn að koma með búinn að standa sig mjög vel sérstaklega í skeiði og skeiðgreinum og kappreiðum og Ævar búinn að vera að koma með flott hross í mörg ár í alls konar hluti, í kemurúdóm og í keppnir og já, staðið sér bara mjög vel. Já, nákvæmlega. Og svo eru þið, náttúrulega með svona, ekki Ólil, hún svona, til hliðar svona sem hálfgerð þjálfari? Jú, það má segja það. Já. Og ekkert erfitt hjá henni að svona fylgjast með og vera ekki að keppa? Nei, ég held hún hafi gaman að því núna. Já. En hún sagði nú reyndar að það væri nú ennú meira stressandi að horfa á eins og góðingurskóli í síðustu viku heldur en vera að keppa, sko. Já. En næsta keppni, hún haldin núna eftir 10 daga, sem þetta á fimmtudaginn eftir 2 viku, það gæðingafimmin. Svona fyrir hlustandan sem veit ekki hvað gæðingafimmi getur þú útskýrt það eitthvað fyrir hann? Gæðingafimi náttúrulega svona í orðana hljóðan fimur gæðingur og þessi sýning á að blandast af æfingum sem við notum til þess að bæta hestin og svo sína gæðingskosti líka, afkost og sína það að við séum með hestin undir stjórn og við stjórnum svolítið spennustíginu. Þannig að það svona svolítið... Við getum slögt á þeim og kvöld á þeim og þannig eins og maður segir. Já, þannig að það mikil pæling á bakvið það sem kannski menn átt að segja þegar menn að horfa á þetta, svona fyrstu skiptin að það á bakvið einn hest og það knappinn sem að ræður svolítið þegar ekki, það þarf að vera vel virkur að stjórna? Hann þarf að vera velvirkur og hann þarf að hafa töluvert góða þekkingu á því hvað hann er að gera og til hvers hann er að gera það. Já, nákvæmlega. Þetta gengur út á það. En svona í lokin árin sleppir, hvernig finnst þér svona núna stemningin fyrir hestaíþróttin? Nú náttúrulega konar alveg heill haugur af vetradeildum og það margt að velja úr. Þetta ekki bara, þetta alveg bullandi vinna í kringum öll þessi mót? Það það, en þetta að finna góða og ég held að margar deildirnar verða nú til vegna þess að menn að horfa upp til meistaradeildarinnar. Já. Og þá verður til þessi áhugamannadeild og Suðurlandsdeild og Vesturlandsdeild og bara maður getur ekki hægt að nefna það og við verðum varfið það hér að það svo mikil ásókn í reiðhallir að það erfitt fyrir öll þessi lið að fá æfingatíma og hér til okkar að koma lið úr til dæmis úr, heitir það ekki æskulísdeild eða Líflands meistaradeild æskunar, heitir það ekki? Jú, eitthvað svoleiðis, jú, passar. Þeir hafa verið að koma hér í húsið hjá okkur til þess að æfa, því að það bara allar reyðhaldir upptækar. Já, sem náttúrulega hinu jákvæða sem sýnir að þetta sé vinsælt? Já, og þetta náttúrulega enda með því að það stækkar markaðurinn fyrir okkur sem að brenna að lifa þessu, að framleiða hesta og selja. Já, nákvæmlega. Bergur Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi sem allra bestu. Þú væntanlega þegar ekki búin að velja þér hest fyrir, gæðingafimmina? Jú, takk. Jú, ég held það. Ég held að það sé nokkuð klárt. Já, og hvað hest ætlar að mæta með? Ég ætla að hvort ég kemst ekki í liðið með Köllu. Já, nákvæmlega. Þannig að það hart barist í liðinu á hestunum eða ekki? Já, jú, það það þarf að reyna að nota hvert skipti það besta sem ég búið Nákvæmlega. Takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Takk sem að leiðis. Blessaður. Já, Bergur Pálsson á gangmiðlinni, frábær,
fyrsta umferðin í meistaradeildinni í hestaíþróttum sem var núna á fimmtudaginn síðastliðinn og já, það endaði nú þannig í fjórganginum. Þá var það Bergur Jónsson sem að sigraði það í forkeppninni með aðlengunum 7,80. Elín Holst með 7,67, hún var á farmi frá Ketilsstöðum og svo var það Jakob Svavar Sigursson og Júlíu frá Hamarsey með 7,27. Guðmundur Friðrik Björgvinsson og Straumur frá Feti fekk 7,13. Sigurður Vigni Matthíasson í 5. sæti með 7,10 á Arður frá Efrið Þverá og svo var Árni Björn Pálsson og Flaumur frá Sólvangi með 7,07 og Freyja Amble var líka á Álfastjörni frá Sigri Gegnisólum með 7,07. En í úrslitunum svo þegar þau fóru fram þá var það þannig að Elín Holst stóð upp í sig sigurveri með aðlengurina 8,07. Bergur Jónsson í öðru með 7,60. Jakob Svavar Sigursson með 7,33 og Guðmundur Friðrik Björgvinsson einnig með 7,33. Freyja Amble með 7,30 í 5. sæti. Sigurður Vigni Matthíasson á Arði frá Efrið Þverá með 7,10 og Árni Björn Pálsson í 7. sæti með 6,77. Þannig nú það. Við förum meira í hestamennskuna upp úr 10 í kvöld. Það við eftir að fara í gegnum Suðurlandsdeildina, Uppsveitardeildina og meira meistaradeildina